Sæl, ég heiti Jón Þorkelsson og er búinn að vera formaður stómasamtakana í undanfarin tæplega 5 ár og ég er búinn að vera stómaþegi síðan 24. október 1995, búinn að lifa góðu lífi síðan. Fram að þeim tíma var svona 12-13 ára tímabil þar sem ég gekk í gegnum mjög svipaðan feril og hann Ágúst var að lýsa hérna þann ákaflega skemmtilegt líf á tímabilum og erfitt stundum, síðan hefur þetta verið gott. Þegar ég fór að velta því fyrir mér hvað ég ætti að segja hérna á þessari ráðstefnu, gáfulegt og skemmtilegt, þá datt mér í hug, veit einhver hvað stóma er? Veit einhver hvernig stóma lítur út? Og ég með datt mér í hug að menn vissu það kannski almennt ekki. Og ég fann á netinu eins einfalda skýringu og hægt er og hún er einhvern veginn svona. Þarna er kviðmynd, búið að taka skinnið af þarna og sína ristilinn. Hann er hérna. Þetta lengi hérna, þetta er svona 1,5 meter í meðal manninum og í mínu tilfelli er þetta líffæri horfið algjörlega og eins og í flestum eða mjög mörgum stómaþegum. Þarna er komin einhver óþverri í málið, hérna eru komnar einhverjar bólgur og vesen og þá þarf að skera þetta í burtu og þetta er búið að taka hérna frá, klípa þetta í sundur. Síðan er endanum á þeim hluta sem er heilbrigður, honum er stungið í gegnum kviðvegginn. Utan á þetta eru síðan settar plötur og pokar til þess að allt færi nú ekki út um allt. Og menn enda með því að líta cirka bát svona út. Þetta er það vil segja hefðbundið gamaldags stóma eins og ég segi stundum þegar ég vil fara í taugarnar á félögum mínum í stómasamtökunum. Ég er ekki með alveg þessu útgáfu, það skiptir ekki máli. Svona lítur hefðbundið gamaldags stóma út. Þessi hnúður hérna er svona eins og 500 kallar eða settir á hvorn ofan og annan. Og kringum þetta er sett plata og poki og síðan bara vellur í þetta saur. Og síðan er þetta losa með bara í klósettið. Og þið segir náttúrulega þarna, greið, hann hefur tapað. Það er ekki rétt. Þessi sem myndin er af, þetta er ekki mynd af mér, hann vann áfangasigur. Hann tapaði að vísu ónýtu líffæri sem var orðið til leiðinda en hann hélt lífinu og hann fekk svona poka og þetta skiptir eiginlega öllu máli þegar út búin að tapa rislinu. Þetta veitir þér nýtt líf. Nei, þetta er sennilega gömul mynd, ég sá það einmitt þegar ég var að skoða þessa mynd að þessi poki er anskoti stór. Þetta er nettara í dag, það er náttúrulega nokkur rétt. Þessi er svolítið stór. Þetta er lífsgjöf, það skiptir ekki máli hvort þú búin að slást við bólgusjúkdóm eins og hjá Ágúst eða hvort þú búin að slást við krabbamein. Það sem ég segi hérna það á við hvort tveggja. Þegar þú ert búin að vinna þennan áfangasigur og losna við þetta leiðinda líffæri og fá stóma, þá ertu búin að vinna áfangasigur. Og ég segi það líka stundum, ég sé annarsflokks þegn hérna innan krabbameinsfélagsins. Ég hef aldrei fengið krabbamein. Ég hef bara slegist við bólgusjúkdóma. Það er svo sem alveg nóg. Síðan ætla ég að sýna ykkur hérna það voru hjúkrunarfræðinemar sem gerðu lífsgæðakönnun af ungum stómaþegum. Þær fengu í hendurnar 5, 6 eða 7 einstaklinga, rökt úr þeim gatnindan eins og mögulegt var, hvernig þeim fyndist lífið eftir aðgerð, fyrir aðgerð og svo framvegis. Og það sem að kom út úr þessu var það að þessu unga fólki sem þær áttu viðtöl við fannst lífsgæði sín hafa aukist til mikilla muna eftir aðgerð. Lífið fyrir aðgerð var svona svipað og Ágúst var að lýsa því, eilíf vandræði og vesen, en eftir aðgerðina var lífið miklu betra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru eiginlega það sem stendur þarna að fá stóma er hrein lífsgjöf. Það skiptir náttúrulega miklu máli umhverfið og allt sem þú hefur í kringu þig, stuðningur, fjölskyldu og vina, fræðsla og eftirfylgni á læknum og hjúkrunarfræðingum og síðan er ýmislegt sem vefst fyrir þér. Sjá stómað í fyrsta skipti, það er bara áfall. Þessu geta fyllt vandamál og kvillar, þetta er ekki endilega fullkomið.
líkamsmyndin breytist. En ályktun sem hægt að draga af þessu öllu saman það að allir eru sáttir við þetta þegar þeir eru búin að venjast þessu. Þetta ekkert vandamál. Þetta alveg nýtt og betra líf. Síðan ætla ég svolítið að venda kvæði mín í kross og sýna ykkur fram á það að stómaþegar geta allt. Hvar myndin sem ég ætlaði að finna? Tæknilegur ráðgjafi á staðnum. Þetta ekki minn. Kom þetta. Við í stómasamtökunum, þetta áttu þið ekki að sjá strax. Þetta heimsfrumsýning á plakati sem verður á eftir. Þannig að þið bara gleymið því að þið hafið séð þetta. Við í stómasamtökunum, ég vona það að þið hafið öll séð þetta plakat sem við sendum í allar sundlaugar landsins fyrir nokkrum árum síðan. Þetta bara var til þess að styrkja stómaþega í því að fara í sund. Allir Íslendingar fara í sund. Og þegar það eru framleiddar stómavörur erlendis og menn þurfa að velta því fyrir sér þolir þetta vætu, þá segja þeir sendu þetta til Íslands. Þar fara allir í sund. Og það eru bara okkar ær og kýr. Og þetta unga fólk sem þarna fyrir á myndunum, það eru stómaþegar og voru mjög glöð að geta setið fyrir á þessum myndum. Og það meiri sér reynt á það í sundlaugunum í Reykjavík hvort að fólk með stóma má fara í sund. Það var einu ung kona sem satt þar í heitum potti og aðili sem fann að því og hún hefur sem betur fyrir bein í nefinu þessi unga kona, þannig hún bara svaraði fyrir sig og það reyndi á þetta í stjórn sundlauguna í Reykjavík. Við megum fara í sund. Hvort sem við erum með utanáliggjandi gamaldagsdóma eða nýmóðinsdóma sem innanáliggjandi. Síðan ætla ég að sýna ykkur. Það allir í stómasamtökunum orðnir þreyttir á þessari mynd. Ég orðinn svona montinn af henni. Þetta stómaþegi uppi við Hvannadalshnjúk. Þetta getum við. Þetta ekkert vandi. Þetta bara svipað án Ágúst var að gera. Þetta lítið mál. Og við hefum svolítið verið að færast í þessa átt að sýna fólki fram á það að það geti allt sem það vill geta með svona myndum. Síðan ég búinn að koma mér í stjórn Evrópusamtaka stómaþega og þar hef ég verið í vetur að vinna að plakati í gegnum netið, plakatinu sem þið sáuð áðan. Nú finn ég ekki minnislykilinn minn og hjálpi mér nú allir heilagir. Kemur þetta. Tekur svolítið tíma að opna sig. Ef það einhver með trommur þá má gjarnan setja smá trommursóló. Ég hef búinn að vera að vinna því vetur í gegnum netið að búa til þetta plakat. Samstarfsaðili minn hefur verið varaformaður rúmensku stómasamtakana, dugleg kona og skileg og hún hefur séð megnið af vinnunni. Ég hef fengið tölvupóst með hugmyndum og ég hef sagt já og og ha og svona. Hún hefur séð vinnunni, þetta mjög þægilegt. Og af því að þetta svona karllægur mánuður þá ætti ég að stinga því að íslenskum konum að taka kannski upp svona vinnubröð við okkur strákana, það sem eftir mánaðarins allavega. Og þetta plakat hugsað sem svona hvetjandi fyrir stómaþega, sérstaklega kannski erum við að hugsa Austur-Evrópu, þar sem að stómaþegar eru gjarnan eins og hommar voru á Íslandi fyrir 30-40 árum, inn í skápnum. Ef þú ert stómaþegi þar á erfiðum svæðum, þá veit makiðinn að þú ert stómaþegi og læknir þinn, engin annar. Það stendur enginn þar upp og segir ég búinn að vera stómaþegi síðan 24. október 1995. Þarna sjáum við eftir uppi mynd af montraskattina þarna uppi við Hvannadalshnjúk. Hér bresk kona sem á hjóli helst 24 tíma sólarhring.
Hér ítalskur stómaþegi að kafa, ungverskur stómaþegi í fallhlífastökki, þessi norskur og hann hefur hjólað stóran hluta af Evrópu, samstarfskona mín í Rúmeníu og hestbaki, hollenskur stómaþegi úti að hjóla með hundin sinn og svona mætti lengi telja. Myndirna sem ég vildi fá inn á þetta eru svona afreksmyndir að mér þarna uppi, að þýsku stómaþegunum hérna uppi á fjallstindunum í Ölpunum, og ég var ekkert volið hrifin að þessum myndum hérna af fólki í labbitúrum bara svona í rólegheitum. Og þá var mér sagt það náttúrulega, veistu það, þetta fólk að gera þess að það getur, það vilja ekkert allir fara upp á fjöll. Ég sá það náttúrulega eftir nokkra sekúndur að þetta var náttúrulega hárrétt. Ég átti ekkert að vera þessu raskati. Hérna er maður sem er búin að vera stómaþegi í 30 ár. Jafnlangan tíma er hann búin að vera atvinnu ljósmyndari og hann er búin að eyðileggja á sér hægri öxlina á því að vera alltaf með þunga myndavél hangandi þar. Og hann finnst það verra að vera búin að eyðileggja á sér hægri öxlina heldur en að vera stómaþegi. Hægri öxlin ángrar hann miklu meira heldur en stómað. Það er piece of cake. Hitt er verra, hann getur ekki lyft þungum hlutum nema með hjálp. Nú ég held ég sé nokkurn veginn búin að segja allt sem ég ætlaði að segja og sína